Ég kom að þessu þannig í rauninni að var að vinna með Jóni og enn að vinna með Jóni í útvarpinu og hann vildi gera þessa sýningu og var samt að guggna aðeins á því. Hann trúði ekki á sjálfan sig og reiknaði með að það væri erfitt að fá 150 manns til að koma inn á sýningu til að sjá sig og hlæja hans sögum. Við komum hérna klukkutíma fyrir sýningu. Ég byrjaði alltaf að nutta fæturnar á honum og svona. Ekki það að hann var stressaður eins og leiðis. Stressið hans var snerist í kringum það, kemur fólk að sjá mig. Ég langar að byrja á því að lýsa yfir stríði við iðnaðarmenn. Hann var búinn að gera svona brot úr þessu og með öðrum spuna í kringum á svona stand-up kvöldum. Og en að þetta var svona dæmi sem hann langaði að gera í heild sinni, að hann einn myndi geta staðið undir svona sýningu. Og fótbolti líka þannig íþrótt, hann er mjög einfaldur. Hann þannig að það eru 11 í hvoru liði, það eru 2 lið og 2 mörk og maður á að reyna að sparka boltanum í markið. That's it, sko. Já, þú spyr mig að því hvort mér finnist grín nauðsynlegt í samtíma lífi og ég svara því þannig að það sé alveg bráðnauðsynlegt að sjálfsögðu. Ég held reyndar að við sjáum ýmsa hluti skýrar þegar okkur gefst kostur á að horfa á þá í svona ljósi kynninnar. Og mér finnst hann Jón í sínu uppistandi gera þetta mjög vel. Hann tekur þar fyrir svona hluti sem eru bara hluti af okkar daglega lífi, ekki mjög merkilegir svona þegar þeir koma fyrir okkur og á sinn hátt. Fjallar þá þannig að maður sér þá í svona kannski pínlítið öðru ljósi heldur en maður hefur séð þá áður og mér finnst þetta bæta svona ákveðinni vídd við hjá manni og mér finnst hann Jón alveg þrælgóður. Sérstaklega líka vegna þess að maður fær á tilfinninguna hann sjálfur. Það er ákveðin innlægni, finnst mér, í því þegar hann kemur fram. Að kissa reykingamann eins og að sleikja öskubakka. Þetta bara bull. Ég hef sleikt öskubakka. Og ég hef kysst fólk sem reykir og það ekkert svipað. Þarna er skjárið mitt sem ég horfði á hann á kvöldin og svo hljóp maður ofta kíkigatt inn ganginn, sko. Hann stökk stundum þangað og skoða salinn. Meira segja var eitt skipti svo fárveikur að hann varla gat labbað inn á sviðið. Leið og hann kom inn á sviðið, þá var hann eins og nýr maður. And this is gardínum og við höfum plast í það. Þá var ég að pæla það fullt af svona astnalegum íslenskum orðum. Eins og plastílát. Áttu stærri plastílát? Eða gardínur? Þetta eru gardínur hérna. Mér vantar hérna gardínur. Komið? Komið þið sæl. Það er engin vinnan á basi. Þú tróst þessu hérna inn í fóðrið. Það var í kjölfar titilsins fyndnasti maður Íslands sem að ég einhvern veginn stjarnfræðilega fór að vinna. Og í kjölfarið af því bara að þá var haft samband við mig. Það er að segja ekki hann sjálfur, það var Kitty Bigfoot sem hafði samband og spurði hvort ég væri til í þetta og ég var bara æstur í það. Það var alltaf gaman. Gat setið þarna bara og horfði á hann Jón minn bara og var að drekka bjór bara og horfði á sömu sýninguna margótt. Og ég var sendað til sálfræðings út af þessu. Hann var nú snöggur á þetta að segja að ég var bara hálfviti. Já, ég var náttúrulega dauðfeginn að þurfa ekki að vera heima hjá mér, sko. Af því að þar þarf maður bara að vera að ryksuga og skúra og moppa og þurrka af og ég má ekki kúka heima hjá mér, þannig að þetta var mikil svona viðbrigði í mínu lífi bara að geta verið einhvers staðar annars staðar heldur en með konunni.
Já, það er mjög fínt að gera stykkin sín það. Ég mæli eindregið með því. Ég reyndar fór ekki á, jú, þetta er almenningsklósett. Nei, það er sérstakt svona artist-klósett. Það er fínt, sko, það er lítið og þægilegt. Og heitt inn á því. Já, ég man það var frábært. Jú, rosa stuð og þetta kenndi manni svona dálítið mikið, sko. Þetta er allt öðruvísi að vera á leiksviði heldur en á bar, sko. Nei, eitthvað. Ég rugla hárinu hérna kannski, í staðinn fyrir hér. Það er alveg þetta glænýr brandari hérna megin, sko. Svo erum við enn annan hér. Þetta tekur smá tíma. Þeir eru alltaf alveg geðveikislega úfnir hérna aftan á. Og hérna í hlíðunum oft líka. Svo erum við sofið í þvottavélina eða eitthvað. Og svona koma þessar elskur að versla hjá manni. Þessi sýning mín, ég var einu sinni nörd, hefur tekið svolítinn tíma að verða til og þetta byrjaði á því að það var alltaf verið að biðja mig að koma eitthvað út á land. Það var verið að hringja í mig utan á landi frá stöðum sem ég vissi ekki einu sinni verið til. Staðir sem heita Fáskrúðsfjörður og Hólmavík, Akureyri og einhverjum svona plássum út á landi og þá voru að biðja mig um að koma og ræða við fólk einhver málefni. Og oftar en ekki var það tíska. Og hárgreiðslan sem hann setur upp sílum, þetta er orðið tísku fyrirbæri úti í popheiminu, sko, úti í hinum alþjóðlega hinn. Þar sem hann er farið með Björk út í útlanda og fólk horft á hana og hefði, wow, hey, cool haircut, og svo hendi eftir hann. Ýmis boyband og svona. Upprunalega áttu það rauninni bara að vera 3 sýningar og Jón var eiginlega að guggna á því vegna þess að hann taldi 3 sýningar var allt of mikið. Þetta er 1 sýning mestalagi, myndi sko ná hálffylli. En hann samþykkti svo að gera 3 sýningar. En svo bara byrjaði síminn að hringja hérna í loftkastalanum, alveg hægri vinstri, og fólk bara heimta fleiri sýningar. En þá er komið að í góður áhörður. Bíða aðeins. Það er að sýna spólur núna í deginum, og það er að bíða aðeins. Góður áhörður. Þá er komið að Eirík. Ég var einu sinni nörd. Höfundur Jón Gnarr. Leikstjóri Jón Gnarr, danshöfundur Jón Gnarr, sérstaklega þakkir fá Jón Gnarr, það er í vel á móti viðhöfðunum Jóni Gnarr. Ja, maður er nú svo sem vitnað í nokkra brandara hans, út á götum. Það kemur svo flatt upp á fólk að við skulum vera með einhvern húmor. Það er gjörsamlega sko hörfar. Já, Jón hefur, og aðrir grínistar, Jón hefur gert það og aðrir svona grínistar gera það alveg reglulega vegna þess að ég reyni svona eftir föngum að temja mér það að sjá hlutina í ofurlítið svona gamansömu ljósi því að það er allt fullt af tilefnum til þessu umhverfinu og svona menn eins og hann Jón eru alveg nauðsynlegir menn til að hjálpa menn til þess. Ég átti enga vini og krakkarnir í skólanum töluðu aldrei við mig nema rétt á meðan þau voru að berja mig. Við vorum góðir félagar, vorum með stofnuðum svona fótboltafélag og blakfélag líka. Og mikið íþróttum. Já, hann var mjög svona félagslindur og vinsæll og ég held nú alltaf að hann er íþróttamaður, sko. Ég hef ekki fylgst með honum, en svo dúkkaði hann upp sem grínisti. Og þá hugsaði ég, þarna er hann kominn vegna þess að hann tók sér þetta nafn, Jón Gnarr, sem er listamannanafn. Hann hét Frímann þegar hann var hér og við vorum góðu félagar, þannig að, já. Þetta er Frímann og hann hét Frímann. Þessi Jón, jú, það hlýtur nú að vera. Hann var dökkhærður og
Nei, ég hef alltaf haldið þetta væri Frímann sem að ég var með hérna í fótboltafélagi. En ég veit ekki hver þessi Jón er, sko, en hvað er Frímann að gera þá? Ok. Já. Hann segist það að vera hérna í Ég sko, já, ég held að það sé nú kannski út af þessi rétt, hann hafi verið hérna hjá okkur, sko, en þetta nafn alltaf sem hann er með, það notaði nú ekki hérna. Ef ég maður rétt, sko, ég held að þetta sé að Jón Gunnar sem hérna var. Nei, hann var nú frekar svona, frekar tilbaka og svona, já, svona kannski svolítið einrætt svona og fór ekki mikið fyrir honum, sko. Nei, honum gekk námið ekki illa, en ég meina hann var svona, í sko félagskap var hann svona, hann blandaði sér ekki með mikið í hópið þannig. Þetta er sem að, svona, ég maður til að það bar, þeim sinni í skólastofu bar lítið á honum, sko. Nei, veist að ég var nú að segja það að ég hef ekki svona, ég auðvitað hefði maður orðið var við hann, þar var eiginlega ómöld annað í samfélaginu í dag, heldur en að það var við samfélaga, sko. Við skoðuðum möguleika að vera með þetta annar staða líka, en völdum loftkastala við töldum að það væri svona mest nálægt þó að fjarlægðin væri einhver, sko, að þá er fólki alveg ofan í sviðinu. Er þeir með húfur inni? Mjög einfalt, einn maður, einn stóll, einn mikrafónn og svo 2 ljós kannski. Ódýr uppsetning. Þetta er ódýr uppsetning en enga síður rándýr með þennan mann. Svona vík mér undan. Hann getur toppað, málið er það að hann á fullt af sögum því hann var pönkari. Og þegar ég var einu sinni pönkari, það yrði algjör snill.